Já. Þakka ykkur fyrir, ágætu landsfundarfulltrúar, góðir gestir, kæru vinir og félagar. Mikið nú gott að vera komin hingað aftur saman. Það gleður mig mjög að sjá ykkur svona mörg samankomin aftur. Ég heyrði það í útvarpinu daginn að landsfundir Sjálfstæðisflokksins væru með stærstu stjórnmálasamkundum landsins. Þetta kom fram í fréttum. En ég með fréttir handa Ríkisútvarpinu. Landsfundur ekki með stærstu stjórnmálasamkundum landsins. Landsfundur ekki einu sinni stærsta stjórnmálasamkunda landsins. Þetta langstærsta stjórnmálasamkunda landsins. Og sú sem mestu skiptir. Þetta sú sem mestu skiptir. Það hér sem hlutirnir gerast. Eins og við vitum öll, þá langt síðan að við hittumst hér síðast. Það rúm 4 ár og þetta hafa verið mjög viðburðaríkir tímar með heimsfaraldri, með náttúruhamförum, eldsumbrotum, stríði í Evrópu og nú efnahagsóvissu allt í kringum okkur. En það hafa líka orðið stórstígar framfarir. Í þessari pontu árið 2018 þá sagði ég að við ætluðum að stórauka stuðning við nýsköpun og þróun og við það var staðið. Við höfum á örfáum árum orðið sannkölluð vagga nýsköpunar. Framtakssamt fólk leysir nú stórar áskoranir allan heim með íslensku hugviti og ný íslensk stórfyrirtæki hafa orðið til. Þetta á við í hugbúnaði, lyfjaframleiðslu, iðnaði og málum sem tengjast loftslagsmálum. Tekjurnar meiri, störfin fleiri, tækifærin stærri. Nýjar atvinnugreinar blása lífi í samfélög allt land. Með stórsókn í fiskeldi hafa brothættar byggðir orðið blómlegar. Tækifærin nær óþrjótandi. Fjárfestingar upp á 10 milljarðar í pípunum. Landeldi ryður sér nú til rúms. Og grunnatvinnuvegir okkar sterkari en nokkru sinni fyrr. Nýsköpun í sjávarútvegi heldur áfram. Samhliða verða til sífellt meiri verðmæti. Sjávarfang reyndar hvergi í veröldinni betur nýtt en hér á Íslandi. Það skilar arði fyrir atvinnugreinina, það skilar arði fyrir samfélögin og það skilar arði fyrir umhverfið. Sóknarfærin enn til staðar en standa þarf vörð helstu kosti fiskveiðistjórnarkerfisins svo öll þessi tækifæri fari ekki í forgörðum. Í landbúnaði opnast ný tækifæri, ný sóknarfæri með auknum áherslum heim allan á uppruna matvæla, sjálfbærni og fæðuöryggi. Heimsmyndin að breytast, þetta að gerast fyrir framan augun á okkur og við þurfum að vera vakandi fyrir þýðingu þessa. Hvaða áskoranir, hvaða tækifæri koma fram í öllum þessum breytingum? Áburðarframleiðsla, breytt landnýting, skógrækt, aukin matvælaframleiðsla, fleiri smávirkjanir. Við erum vakandi fyrir öllum þessum tækifærum til nýrrar verðmætasköpunar og ryðjum öllum hindrunum úr vegi. Iðnfyrirtæki í leit að grænni orku banka nú upp á hjá ráðuneytum og stofnunum þeirra í hverri einustu viku. Orkuskiptin hafin. Við höfum sett okkur háleit markmið en við þurfum að taka réttar ákvarðanir í tíma, meðal annars orkunýtingu, sem skipta sköpum það, hvort við verðum í fararbroddi áfram eða hvort við fylgjumst með öðrum þjóðum taka fram úr okkur. Frumkvöðlar allt land
brugga bjór á heimsmælikvarða og loksins með hænufeti í frelsisátt, þökk sé okkur sjálfstæðismönnum, rekstrarumhverfi þeirra orðið aðeins betra og frelsi fólks fyrir vikið örlítið meira. Það allt þetta fólkið sem starfar í ólíkum geirum atvinnulífsins og í hvers kyns skapandi greinum. Þetta fólk myndar hryggjarstykkið í Sjálfstæðisflokknum okkar, fólk sem leggur allt undir, vinnur dag og nótt, tekur áhættu, sækir fram. Það með þessu fólki sem hjarta Sjálfstæðisflokksins slær. Já, það hefur svo sannarlega margt gerst frá því að við komum saman síðast. Á persónulegu nótunum, ég var 50, svo var ég afi. Það var þegar að nafni minn kom í heiminn fyrir rétt 2 árum síðan. 2. apríl, það var gott að vera ekki 1. apríl. Og það nú einhvern veginn dálítið lýsandi fyrir það hvernig staðan hefur verið. Að ég ætlaði að halda afmælisveislu en það var óveður sem kom í veg fyrir afmælisveisluna. Og svo í beinu framhaldi af því, þá skall á heimsfaraldur. Þannig að það hefur engin afmælisveisla verið haldin. Ég bið ykkur að sýna því skilning. Ég ætla nú að hafa bara opið hús. Þið kannski munið þetta þegar ég ætla að halda upp á 60-afmælið að gá eftir einhverjum heimsviðburðum. Varið ykkur á grjótrunni og náttúruhamförum. En það ekki alveg að gera strax. Hver veit hvað þetta getur gerst. En kæru vinir, við erum ekki bara komin hingað saman til þess að tala atvik og árangur, atburði síðustu ára. Við erum komin hingað saman til þess að móta framtíðina. Til að nota samtakamátt sjálfstæðismanna og grundvöll sjálfstæðisstefnunar til þess að tryggja okkur og börnum landsins betri framtíð, aukna velsæld, ný tækifæri og meira frelsi. Já, og hér í salnum sannarlega fólk sem hefur séð samfélagið okkar breytast í áraraðir. En hér líka fólk sem var bara rétt nýfætt í bankahruninu. Margrét Bára Birgisdóttir úr Reykjavík, Hafþór Emil Ólafsson frá Suðurnesjabæ. Þau eru aðeins 15 ára gömul en eru orðin landsfundarfulltrúar, kraftmiklir þáttakendur í starfi Sjálfstæðisflokksins. Velkomin á landsfund. Og ég veit að hér líka Helgi Ólafsson, mættur enn og aftur, frá Raufarhöfn. „93 ára gamall. Hann var að leggja rafmagn í hús síðast ég talaði við hann. Davíð Pétursson á Grund, hann mættur hingað, einu sinni enn. Hann satt fyrsta landsfundinn, sagði mér í dag, 1959. Hann hefur ekki mist úr síðan nema einu sinni. Þetta hans, takk eftir, 30. og 1. landsfundur. Og hér einnig 95 ára landsfundarfulltrúi, sá elsti, fyrrverandi forseti Alþingis, glæsilegur kvenskörungur, farsæll þingmaður til 16 ára, sem hefur ekki aðeins séð framfarir lands og þjóðar, hún lét þær gerast. Mér finnst nú við stöndum upp fyrir Salóme Þorkelsdóttur. Já, ég veit ekki hvað nema akkurat þetta ætti að sýna breiddina í flokknum okkar. Það ekkert sem sýnir betur breiddina í flokknum okkar en
Þið, þessi fjölbreytti hópur sem ég fæ þann heiður að ávarpa í dag. Og við unga fólki vil ég segja, látið rödd ykkar heyrast. Veitið aðhald okkur sem erum við völd hverju sinni. Komið hugmyndum ykkar skýrt á framfæri. Sjálfstæðisflokkurinn hefur ávallt treyst ungu fólki til ábyrgðar og það er ekki ástæðulausu. Það er ákvarðanir sem við tökum í dag móta samfélagið sem þið fáið í hendurnar. Þannig að það er bæði réttur ykkar og skylda að láti ykkur heyra hafa áhrif. Kæru vinir og félagar, kjörorð þessa fundar er einfalt en máttugt. Frelsi. Okkur sjálfstæðismönnum er umhugað frelsið. Okkur er það hugleikið. Það er leiðarljós sjálfstæðisstefnunnar, rauður þráður í sögu flokksins og þjóðarinnar allrar. Norrænir menn námu hér land í leit að frelsi. Það snerist líka sjálfstæðisbaráttan okkar og það var frelsið, sjálfstæðið, sem sjálfstæðisflokkurinn var stofnaður Við þekkjum það bæði stóru og smáu að það er skynsamlegt að velja og verja frelsið. Það er frelsið sem leysir úr læðingi hugmyndaflug og dugnað fólks, frumkvöðla og fyrirtækja. Það er frelsið sem færir okkur ávinning samkeppni. Frelsið er drifkraftur nær allra framfara. Sjálfstæðisflokkurinn hefur frá upphafi verið íhaldssamur og frjálslyndur. Við frjálslynda fólkið, við kjósum frelsið og við íhaldsmenn, við kjósum að halda vel í það sem hefur gefist vel. Við erum bæði frjálslynd og íhaldssöm og það er engin þverstæða í því. Íhaldssemi er ekki það sama afturhald. Við sjáum fortíðina ekki í rósrauðum bjarma og það getur aldrei verið markmið okkar að hverfa aftur til fortíðar. Nei, því þótt við byggjum á reynslu og arfleið fortíðar, þá horfum við ávallt til framtíðar. Það snýst starf okkar hér og nú. Þar byggjum við sem fyrr á hugsjónum sjálfstæðisstefnunnar frelsi, sjálfstæði fyrir hvert og eitt okkar og fyrir okkur öll sem byggjum þetta land. Og við erum ábyrgur flokkur. Við vitum að árangur kemur ekki að sjálfu sér. Tóku vonandi eftir því hérna í myndskeiðinu sem var spilað rétt áðan. Og það að tala ábyrgð, við höfum verið í ríkisstjórn nær sleitulaust frá 1991 með einni undantekningu þegar hér var hrein vinstri stjórn í 4 ár. Ég veit ekki hvort það er bara ég, en mér finnst eitthvað rétt við það að nefna þetta saman, hreina vinstri stjórn og undantekningu. Og það er nú kannski bara því ég er íhaldsmaður. Nú hafa það bara sem undantekningu. En við sem sagt komum aftur í ríkisstjórn 2013 og ég skal deila því með ykkur að ég leit alltaf þannig á að þegar við vorum í stjórnarandstöðu þá værum við á hverjum degi að undirbúa okkur fyrir það að geta aftur tekið sæti við ríkisstjórnarborðið og farið að taka ákvarðanir sem myndu verða til framfara. Við vorum allan tíman að undirbúa okkur fyrir næsta ríkisstjórnarsamstarf. Og þetta var mikilvægt á þeim tíma vegna þess að það þurfti að gera algjöra stefnubreytingu í stórum málunum. En í millitíðinni þá þurftum við að standa fast á prinsippum. Því þótt við séum alltaf tilbúin að leita lausna, að þá getum við aldrei gert málamiðlanir grundvallarmál, eins og þau sem vinstristjórnin setti á dagskrá. Þannig vorum við á móti landsdómi, við vorum á móti umsóknum Evrópusambandsaðild, við vorum á móti því að kollvarpa stjórnarskránni, við vorum sömuleiðis á móti því að kollsteypa sjávarútvegskerfinu og við vorum á móti sífelldum skattahækkunum. Hugsið aðeins þessi mál sem þessi hreina vinstri stjórn sett á dagskrá. Hvernig hefur farið fyrir öllum þessum málum sem við vorum á móti hverju og einu? Þið þekkið það ágætlega held ég. Margir sem stóðu að landsdómsmálinu hafa stigið fram og beðist hreinlega afsökunar og allir sem vilja horfast í augu við veruleikann sjá að Evrópusambandið hefði minna en ekkert gert fyrir Ísland
Og sama gildir það sem menn kalla nýju stjórnarskrána. Já, hana þurfti ekki til þess að hefja uppbyggingu, hefja viðreisn, hefja sóknina sem við höfum verið að leiða í ríkisstjórn frá 2013. Og skattalækkanir okkar hafa bætt stöðu heimila verulega, fjölgað störfum, fjárfesting tók við sér, atvinnulífið hefur vaxið og Ísland komið í fremstu röð á ný meðal þjóða. Já, við leystum krónuna úr fjármagnshöftum. Ekki gleyma uppgjafamönnunum, ekki gleyma þeim sem sögðu þarna á árunum frá 2009 að það væri ekki hægt að losa krónuna úr höftum án þess að gangi í Evrópusambandið, taka upp evru og taka stórt lán væntanlega þá hjá Evrópska seðlabankanum. Þetta hefur allt saman reynst rangt. Reyndar í dag Evrópusambandið í þeirri stöðu að evran sem sagt hærra verðbólgusvæði heldur en íslenska króna. En þarna á þessum tíma þá komum við saman 2013, við komum saman undir kjörorðinu í þágu heimilana. Og staða þeirra á þeim tíma var tvísýn. Skuldavandi heimilana var orðið efnahagslegt vandamál. Mörg mál fjármálahrunsins ennþá óuppgerð. En takið eftir þessu. Við sögðum þetta 2013. Það þarf að taka á stöðu heimilana. Í árið 2022, kom út skýrsla frá Hagstofun sem sagði staða heimilana hefur aldrei verið betri. Takið eftir þessu. Það mikilvægt að taka eftir því hvernig mál sem við setjum á dagskrá hér á þessum fundum raungerast úti í venjulegu lífi fólks og við náum að breyta slæmri stöðu í sókn. Ísland í ár eitt örfárra landa innan Evrópu þar sem að kaupmáttur fer vaxandi. Það eru eitthvað 4 eða 5 löndin í allri Evrópu þar sem að kaupmáttur launa vex á þessu ári. Alls staðar annars staðar hann að rýrna. Góðir landsfundarfulltrúar, með sama hætti og við héldum fast við okkar gildi í gegnum þennan erfiða tíma og síðan, þá héldum við líka að sjálfsögðu fast í okkar gildi þegar við gengum til ríkisstjórnarsamstarfs við Vinstri græn og Framsóknarflokkinn fyrir nú 5 árum. Og einnig þegar við endurnýjuðum það samstarf eftir þingkosningarnar í fyrra. Sumir lyftu brún yfir því að við, unnendur frelsisins, færum í ríkisstjórn með Vinstri grænum. Sumir hafa einnig fundið að því að þar höfum við þurft að gefa eftir í einstaka máli, en slíkt einfaldlega óhjákvæmilegt í samsteypustjórn. En frekar auðvitað þegar stjórnarflokkarnir spanna nánast allt hið pólitíska litróf. Þar hafa allir flokkarnir þurft að leita málamiðlana, en ég segi það fullum fetum, þeir hafa leið staðið vörð sín helstu áherslumál og það höfum við svo sannarlega gert. Og ég ætla bara að segja það aðeins þetta samstarf. Það hefur verið gott. Það hefur byggst á trausti, það hefur byggst á sameiginlegum skilningi okkar á þeirri ábyrgð sem við berum gagnvart kjósendum í landinu. Og það var enda hornsteinn þessarar ríkisstjórnar þegar til hennar var stofnað að taka höndum saman og endurnýja stöðugleika og stjórnfestu í landinu og vinna gegn þeirri upplausn sem hafði grafið sig hér á árunum eftir bankahrun. Og þau upplausnaröfl má reyndar enn finna í ýmsum stjórnmálahreyfingum og jafnvel hagsmunasamtökum, öfl sem virðast hafa óróa í samfélaginu að sérstöku markmiði, hvort sem það meðvitað eða ómeðvitað, en ég tel að okkur hafi tekist að skapa hinn pólitíska stöðugleika sem öllu skiptir þegar takast þarf á við flókin vandamál, vandasöm verkefni. Og það enn hlutverk þessara ríkisstjórnar að varðveita stöðugleikann og viðhalda stjórnfestu. Þetta mikilvægt svo að við, bæði við í ríkisstjórninni og þjóðinu öll, geti tekið á verkefnum dagsins af yfirvegun og af ábyrgð
Búið í haginn, stefnt til framtíða og farsældar til framtíðar með frelsið að leiðarljósi. Á sama tíma og við stöndum vörð stöðugleikann og grundvallargildin, þá höfum við allan tíman verið flokkur framfara. Við höfum verið framsækinn flokkur sem þorir að hreyfa við kyrrstöðu hvers tíma, flokkur brautryðjenda á öllum sviðum. Rúm 60 árum síðan sjálfstæðiskonan Auður Auðuns var borgarstjóri Reykjavík, fyrst kvenna, eftir að hafa lokið lögfræðiprófi réttum 2 áratugum áður, fyrst kvenna. Rúmum 10 árum síðar varð Auður svo ráðherra, fyrst kvenna. Nú í ár öld liðin frá því Ingibjörg H. Bjarnason gekk fyrst kvenna í þingsal sem landskjörinn þingmaður og eins og öðrum góðum brautryðjenda sæmir gekk hún auðvitað í Sjálfstæðisflokkinn þegar framliðu stundir. Og ég stoltur af því að í ríkisstjórninni sem ég hef setið með og reyndar haft áhrif á að fá til liðs við ríkisstjórnina, hafa setið 2 yngstu kvenráðherrar sögunnar, báðir úr Sjálfstæðisflokknum, framúrskarandi stjórnmálamenn og leiðtogar. Það verður aldrei ítrekað of oft að til að lifa af í breyttum heimi verðum við að taka framtíðinni opnum örmum. Við eigum ekki að horfa löngunaraugum aftur til hins liðna, heldur móta þá tíð sem framundan er. Og við eigum ekki að leyfa neinum að skilgreina okkur, ekki neinum. Við skilgreinum okkur sjálf, því við vitum að það nóg framboð af fólki og heilu flokkunum sem vilja draga upp af okkur þá mynd sem þeim hentar. En eina myndin sem skiptir máli myndin af þessum hóp sem samankominn hér í dag úr öllum landshlutum af ólíkum aldri með ólíkan bakgrunn og reynslu til að vinna flokknum okkar og samfélaginu gagn. Ég held við getum svo sannarlega verið stolt af því að við höfum áorkað miklu saman, við erum algjörlega ósigrandi þegar við stöndum saman. Já, og við erum bara rétt að byrja, segi ég. Kæru vinir, það var frelsismál að hefjast handa við bankasöluna og draga þannig úr ríkisumsvifum. Landsfundur hefur ítrekað ályktað að þetta mál skyldi komast á dagskrá. Skilaboðin eru skýr. Stefna Sjálfstæðisflokksins að losa eignarhald ríkisins á fjármálafyrirtækjum. Og þessu máli fylgdi ég eftir við gerð stjórnarsáttmála og við ríkisstjórnarborðið. Með því að selja Íslandsbanka var ég að berjast þannig fyrir framgangi landsfundarályktana. Ég ætla bara að segja ykkur eitt. Ég verð ávallt tilbúinn þegar þess þarf að taka harðan slag til þess að tryggja framgang landsfundarályktana. Sérstaklega í stórum málum eins og þessu, sem varðar það að draga úr ríkisumsvifum. Og ég veit hreinlega að þið ætlist til þess af mér að ég sé tilbúinn til þess að mæta í þann slag þegar þarf að taka hann. Í ríkisbönkunum voru og eru enn bundnir gríðarlegir fjármunir sem við þurfum að leysa úr læðingi. Við ætlum að nota þessa peninga annar staðar, helst í fjárfestingu í samfélaginu okkar, fjárfestingu til framtíðar. Þetta snýst ekki bara að frelsa fjármagnið, heldur ekki síður það að frelsa íslenskan almenning undan ábyrgðinni á bönkunum. Þeir eru svo sem stöndugir í dag, en við hljótum að hafa áttað okkur á því í gegnum tíðina að það getur breyst. Og þá segi ég, það miklu betra að aðrir axli þá ábyrgð en almenningur. Það líka frelsismál að lækka skatta. Það snýr beint að frelsi einstaklingsins, að hann haldi meiru eftir að því sem hann sjálfur aflar, hvort sem það til að nýta í atvinnuuppbyggingu, til þess að búa sér og sínum betra heimili eða einfaldlega njóta lífsins.
Það getur enginn dæmt betur en maður sjálfur hvað maður ætlar að gera við sjálfsaflafé. Og alveg eins það risastórt frelsismál að ríkisfjármálin séu í lagi, að ríkissjóður sé ekki vafinn skuldum, að ríkissjóður hafi borð fyrir báru þegar gefur á bátinn, að það sé skynsamlega og vel farið með sameiginlega fjármuni okkar allra, með fjármuni landsmanna. Því ef ríkisfjármálin ekki í lagi, þá mun frelsi okkar allra skerðast þegar á reynir. Hvort sem það sökum þess að ríkið hreinlega ræður ekki við verkefnin eða það þarf að seilast dýpra í vasa skattgreiðenda eins og við þekkjum af reynslunni. Þetta skulum við ávallt hafa í huga. Ríkisfjármál eru líka frelsismál. Kæru vinir, í fjármálahruninu urðu margir til að minna á að slíkt væri ekki að gerast í fyrsta sinn. Markaðir hefðu áður hrunið. Það gerðist með brauki og bramli og skelfilegum afleiðingum fyrir efnahagslíf og heimsfriðinn. Frægur hagfræðingur sagði einu sinni aðspurður hvort fjármálahrun gæti endurtekið sig. Jú, það mun gerast leið og allir eru dánir sem muna hvað gerðist 1929. Og það stóð nokkurn veginn á endum. Það enginn enn á lífi sem var komin til vits og ára þegar spænska veikin skall hér á með skelfilegum afleiðingum og fæst okkar ef nokkur höfðu leitt að því hugan eitthvað slíkt gæti gerst aftur, en svona sagan. Hún hefur þennan leiða ávana að koma aftan á okkur og helst þá síst skildi. Mér var ungum kennt að mikilvægur mælikvarði á mannkosti væri hvernig brugðist væri við í mótlæti. Og í mínum huga á eiginlega það sama við þjóðir. Það í andstreyminu þegar það reynir virkilega á sem eðlis eiginleikar samfélagsins eða þjóðanna koma fram. Og á þetta reyndi í faraldrinum. Þá stóð þjóðin saman og sýndi mikið æðruleysi, sérstaklega þegar erfiðast lét og ríkisstjórnin þurfti að grípa til efnahagsaðgerða til að styðja við atvinnulífið. Við gerðum rétt í því. Við studdum líka mjög myndarlega við einstaklinga sem misstu vinnu. Það breytti því ekki. Efnahagsskaðinn var gríðarlegur. 20.000 störf höfðu tapast, öll í einkageiranum. Og hvað gerist þá? Gríðarlegur halli á ríkissjóði. Í einu vettvangi hurfu tekjurnar og við þurftum að viðhalda þeirri þjónustu sem við eigum að venjast með lántökum. Þetta rifjar upp. Mér finnst það ekki hafa komið nægilega vel fram svona eftir að við náðum góðri útbreiðslu bólusetninga og svona meira eða minna losnum við veirun úr okkar samfélagi, að allt þetta sem gerðist þarna á að vera okkur tilefni til að rifja það upp að án öflugs atvinnulífs höfum við bara einfaldlega ekki efni á sterku velferðarkerfi. Öflugt atvinnulíf beinlínis forsenda velferðarinnar og þetta megin ástæðan fyrir því að Sjálfstæðisflokkurinn stendur stoltur á bak við íslenskt atvinnulíf. Þegar heimsfaraldurinn skall á þá vorum við á góðri leið með uppgreiðslu skulda. Skuldahlutföllin þegar ég kom í fjármálaráðuneytið 2013 voru á þennan almenna mælikvarða sem við notum einhvers staðar í kringum 55% af landsframleiðslu, en við vorum komin niður í réttum 20%. Það stemdi í það að við yrðum svona meðal skuld léttustu þjóða, minnsta ríkissjóða. Og ég verð að segja það, jafnvel þótt við höfum þurft að taka lán, þá skuldastaðan enn mjög heilbrigð. Það var þessi áhersla á að greiða niður skuldirnar sem gerði okkur kleift að takast á við afleiðingar heimsfaraldursins án þess að sitja uppi með of miklar skuldir eftir á. Varfærni og fyrirhyggja hafa þannig verið í fyrirrúmi, gildi Sjálfstæðisflokksins. Án ráðdeildar, þá hefðum við lent í sömu stöðu og fjölmörg önnur ríki sem að þurft að skuldsetja enn frekar þegar yfir skuldsetta ríkissjóði og draga þar með úr öllum vexti og þrótti efnahagslífs. Við horfðum á stöðuna, lögðum þetta mat, ég sagði strax í upphafi, við skulum gera meira
en minna. Því viðbótar kostnaðurinn af því að gera aðeins og mikið, hann verður alltaf minni heldur en tjónið af því að gera of lítið. Við vorum sannfærð að ef fólkið og fyrirtækin fengju skjól, þá myndi viðspyrnan og endurreisnin verða kröftug og skila sér hratt. Og allt gekk þetta eftir. Reyndar betur en bjartsýnasta fólk þorði að vona. Hagvöxtur í kjölfar faraldursins hefur verið mjög öflugur, laun og kaupmáttur hækkað sem aldrei fyrr og bjartsýni og framtakssemi einkenna nú þjóðlíf okkar Íslendinga. Við erum bjartsýn að eðlisfari við sjálfstæðismenn. Við trúum því að ef aðstæður eru réttar, þá muni einstaklingarnir, fólkið í landinu, grípa tækifærin báðum höndum. Okkur gekk vel að verja líf og heilsu. Þetta gerðist með því að treysta meðal annars á vísindin, með því að virkja samtakamáttinn. Við situm hér í salnum þar sem bólusetningarnar fóru fram. Hérna brettið maður upp ermar og fekk stunguna. Þannig að þetta gekk allt saman vel. En mér langar að segja eitt, vegna þess að við stöndum núna á þessum stað, að það verður ekki annað sagt en að það hafi í þessum tilgangi að hefta útbreiðslu veirunnar verið gengið mjög langt í að skerða persónufrelsi og athafnafrelsi á Íslandi. Og með sama hætti og við gerðum upp sérstaklega árangur af efnahagslegum aðgerðum og nú síðast kom út skýrsla áfallastjórnun stjórnvalda á tímum heimsfaraldursins, þá er mikilvægt að við höfum þrek og þor til að ræða reynsluna af beitingu sóttvarnaráðstafana og heimildir stjórnvalda til beitingar á slíkum úrræðum til framtíðar. Þetta skiptir meðal annars máli vegna þess að nú liggur nýtt frumvarp sóttvarnalög fyrir þinginu og þetta eru einfaldlega mál af þeim toga að Sjálfstæðisflokkurinn verður að láta þau til sín taka. Við verðum að láta svona stóra spurningar okkur varða. Kæru vinir, rétt þegar heimsbyggðin var að sjá fyrir endan á faraldrinum, hófst stríð í Úkraínu og við höfum úr fjarlægð fylgst með voðaverkum rússneska hersins en einnig hugrekki úkraínsku þjóðarinnar. Eflaust hélt Pútín að það yrði létt verk að brjóta varnir Úkraínu á bak aftur en eins og við sjáum þá hefur allt annað komið á daginn. Friður öðlast ríka merkingu þegar hann er rofinn, ekki satt. Afleiðingar stríðs eru gífurlegar. Fjöldi fólks hefur þurft að flýja land, milljónir manna á flótta og fólk leitar skjóls annars staðar, meðal annars hér á Íslandi. Við ákváðum að taka á móti þessu fólki opnum örmum og við höfum nú þegar tekið á móti hátt í 2000 manns frá Úkraínu. Að uppistöðu til eru þetta konur og börn sem hafa þurft að skilja við eiginmenn, feður og syni sem standa fremst í víglinu að verja frelsi og lýðræði gegn óvininum, standa í stríðsátökum til þess að verja gildi sem við lítum á hversdagslega sem sjálfsögð réttindi jafnvel. En það er verið að ráðast á gildi sem eru grundvöllurinn af því að við stöndum hér sem sjálfstæð þjóð. Skulum aldrei gleyma þessu. Þess vegna höfum við gert rétt með því að styðja við Úkraínumenn á þessum hörmungartímum og við stillum okkur upp með skoðanabræðrum okkar, með vinaþjóðum, bandalagsríkjum og mótmælum skýrum orðum því sem hér hefur gerst. Við förum einfaldlega fram á það að alþjóðalög séu virt. En kæru vinir, stríðið hefur einnig varpað ljósi á ýmsa veikleika
í þeirri heimsmynd sem Evrópa hefur treyst á undanfarna áratugi. Orkumál, orkuöryggi, þetta er nú á hvers manns vörum skyndilega, enda meginlandið háð Rússum olíu og gas sem víða enn undirstaða orkubúskapar. Orkuverð hefur rokið upp, skortur blasir við, verðbólga aldrei verið hærri á evrusvæðinu. Þótt okkur finnist nóg með verðbólguna hér heima og við erum að ná tökum á verðbólgunni, við erum að finna leiðir til þess að auka framboð á húsnæði svo dæmi sé tekið og vextir hafa verið hækkaðir og okkur þykir nóg það sem að gerast hér, þá nú samt þannig að verðbólga hér á landi á samræmdum mælikvarða sú næst lægsta í Evrópu. Og við erum á margan hátt í ótrúlega öfundsverðri stöðu. Stöndum í reynd í þakkarskuld við kynslóðirnar sem undan komu og tryggðu aðgang að heita vatninu og nýtingu fallvatnanna. Við erum vegna þess frumkvöðla starfs og framsýni sjálfum okkur næg yfirgnæfandi hluta þeirrar orku sem við notum, orku sem græn og sjálfbær. Orkuverð stöðugt, það verður hlýtt í húsunum okkar í vetur. Fyrirtæki þurfa ekki að rifa seglin vegna orkuskorts, líkt og á við víða í Evrópu. Það næstum því lyginni líkast, það eins og maður fari aftur í tímann bara, hreinlega, að ferðast til Evrópu og sjá vandamálin sem þar verið að glíma við. Það sem verið að ræða það hvað kostar að fara í bað. Og ég hitti hér ferðaþjónustu aðila fyrir ekki löngu síðan sem deildu því með mér að gestir hefðu orð á því hversu mikill lúxus það væri að þurfi ekki að skrúa strax fyrir sturtuna. Við í Sjálfstæðisflokknum, við höfum aldrei efast mikilvægi þess að treysta á sjálfstæðið. Mikilvægi sjálfstæðis á öllum sviðum. Og á tímum sem þessum, þá verður mikilvægi sjálfstæðis ef eitthvað enn ljósara. Að vera ekki öðrum háður orku, að njóta orku sjálfstæðis, gríðarlega mikils virði. Bæði hvað það varðar að eiga nóg og svo hitt að þurfi ekki að horfa á verðið sveiflast eftir sameiginlegu regluverki sem örugglega hefur litið vel út á teikniborðinu á einhverju skrifstofun út í Brussel á einhverjum degi, en hefur eins og ýmsar af tilskipunum Evrópusambandsins reynst flókin og íþyngjandi í framkvæmd. Árás Rússa á Úkraínu hefur orðið nágrannaþjóðum okkar tilefni til að endurmeta stöðu sína í varnar- og öryggismálum og þótt við Íslendingar séum stofnaðilar að NATO og höfum varnarsamningi við Bandaríkin til þess að treysta á, þá verðum við líka eins og aðrir að vera vakandi fyrir þýðingu þessara breytinga fyrir Ísland. Við verðum að hafa burði til að meta jafnt og þétt okkar stöðu í breyttum heimi, þurfum að þétta samstarf við okkar helstu bandamenn og treysta með þessu þjóðaröryggi Íslands í víðtækri merkingu, því með þessu varðveitum við fullveldi landsins. Góðir landsfundarfulltrúar, það blasir við, líklega betur en nokkru sinni, að okkur vel borgið sem sjálfstæð þjóð utan Evrópusambandsins. Sjálfstæði felur ekki í sér einangrun eins og sumir halda, vegna þess að sjáið bara okkar góða land. Við erum opið og framsækið og við sem hér búum viljum vinna vel með öðrum þjóðum. Hin alþjóðlega samvinna á hins vegar að fara fram á okkar eigin forsendum. Þurfum að taka okkar eigin ákvarðanir þau skref sem við viljum stíga hverju sinni, en ekki afsala okkur réttinum til þess, afsala okkur frelsi og sjálfsákvörðunar rétti. Þrátt fyrir þetta virðist vera svo viðblasandi, svo augljóst, þá vitum við að sumir af félögum okkar yfirgáfu flokkinn einmitt vegna Evrópumáluna og eðli málsins samkvæmt þá fækkaði eitthvað í flokknum við það. Hins vegar tel ég að hafi aldrei komið til greina annað en að við stæðum vörð ályktanir landsfundar Evrópumálin. Annað hefði þýtt að við værum í reynd að varpa fyrir róða grunngildum
grunnstefnu flokksins á málefnasviði sem varðaði sjálft fullveldið. Sumir þeirra sem fóru trúðu því að við kynnum ekki fótum okkar forráð efnahagslega, við þyrftum annan gjaldmiðil, en við höfum sýnt. Þetta bara einfaldlega á ekki við rök að styðjast. Og svo var það alltaf því vandræðalegt verði að segja, þegar efnahagslegu rökin héldu ekki og svona voru komin aðeins út á jaðarinn, að sjá skyndilega áhuga fólk inngöngu í Evrópusambandið nota Úkraínustríðið sem tylli ástæðu fyrir því að ganga í sambandið. Við værum of berskjölduð, við stæðum ein og óstudd, en þetta bara hlýtur að vera byggt á einhverjum misskilningi. Evrópusambandið er ýmislegt, en það er ekki varnarbandalag. Ella hefðu væntanlega Svíar og Finnar ekki sótt aðild að Atlantshafsbandalaginu, verandi þegar í Evrópusambandinu. En mér sýnist að meira að segja Samfylkingin, Evrópusambandsflokkur Íslands, síðastliðna áratugi, hafi jafnvel, það er ekki alveg skýrt, en mér sýnist vera merki að þau hafi áttað sig á því að Ísland muni ekki gangi í Evrópusambandið. Og flokkurinn hefur nú tekið þetta gamla, helsta baráttumál fyrir ykkur sem hafi ekki verið að horfa á sjónvarpsþætti frá 2003 eins og ég kosningar. Þá get ég sagt ykkur að þetta var kosningamál 2003 og hefur verið eiginlega alveg síðan. En mér heyrist komið nýr tónn. Og nú er þetta gamla stefnumál, sýnistu að hafa lagt þetta mál í pappakassa niður í kjallara merktan fortíðinni og þetta er reyndar stórmerkilegu kassi, það er alls konar hlutir í honum. Hann fer sístækkandi, inniheldur ýmis sígild mál vinstrimanna, svo baráttuna gegn frjálsri fjölmiðlun, baráttu gegn bjórnum. Gott ef að litasjónvarpið er ekki þarna líka í þessum sama kassa. En nú þegar að hugmyndin aðild að Evrópusambandinu er svo augljóslega gengin sér til húðar, þá vil ég segja við vini okkar og félaga sem sátu einu sinni jafnvel með okkur í þessum sal, og vil ég segja þetta hér. Sjálfstæðisflokkurinn stendur öllum þeim opnum sem trúa á frelsi einstaklingsins. Og það er gríðarlega mikilvægt fyrir þjóðina og borgarlega þenkjandi fólk að allir standi saman undir merkjum sjálfstæðisstefnunnar. Þannig getum við best þjónað landsmönnum. Kæru vinir, þau eru öll velkomin aftur heim. Já, kæru félagar, fyrst ég var að minnast á Samfylkinguna vil ég nota tækifærið og óska nýjum formanni til hamingju með nýtt hlutverk. Þetta er kannski leið að þakka henni góð störf fyrir og í þágu skólanefndar Garðabæjar hérna árið þar sem hún var varamaður fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins. En ég verð líka að óska Samfylkingunni til hamingju með nýja nafnið og glænýja varaformanninn Guðmund Árna. Hafið þið séð betra dæmi hringrásarhagkerfið í virki? Já, ég var komin hérna inn á sveitarstjórnarstörfin, ég verð aðeins að nefna Reykjavík. Það er alveg með ólíkindum að stærsta sveitarfélag landsins með allt það segulmagn og þær miklu tekjur sem höfuðborgin nýtur umfram önnur sveitarfélög sé nú komin að fótum fram. Það er ekki lengra síðan en í vor að borgarstjóri fullvissaði kjósendur að
fjármál borgarinnar væri ekki bara í lagi, þau væru til fyrirmyndar. Og það voru boðuð mörg og magnþrungin verkefni upp á 10 ef ekki 100 milljarða, en nú, eftir kosningar, þá kemur eitthvað allt annað í ljós og það má ekki milli sjá hvor þeirra meira hissa, Dagur B. Eggertsson eða Einar Þorsteinsson, báðir alveg með hökuna niður í gólfi. Annar kannski aðeins meira þó, því Framsóknarflokkurinn kaus að taka við viðreisnarhlutverkinu í þetta sinn og koma til bjargar föllnum meirihluta, situr núna uppi með reikninginn. Og það var magnað, alveg magnað, að heyra borgarstjóra tala það dimmraddaðan að héðan í frá verður aðeins ráðið fólk hjá borginni ef það nauðsynlegt. Já. Hverjum öðrum en vinstrimönnum í borgarstjórn gat dottið í hug árum saman að ráða í ónauðsynlega stöður. En hvaða stöður skyldu þetta nú vera sem degið þykja ónauðsynlegar? Ekki það allir millistjórnendurnir í Ráðhúsinu eða ímyndarsmiðir borgarstjóra sem segja fjölmiðlum að borgarstjórinn sé ekki við þegar að spyrja þarf út í vondafréttir. Nei, samkvæmt áætlunum borgarinnar virðist helst stefnt að fækkun starfsfólks í leikskólum. Nú á sama tíma hlýtur þá að opna ný leikskóladeild í Ráðhúsi Reykjavíkur, þarna við Tjörnina, þar sem foreldrar hafa undanfarið sest að með börnin sín innan nauðsynlegt jafnt sem ónauðsynlega starfsmenn. Nauðsynlega jafnt sem ónauðsynlega. Þar hafa þeir verið til þess að ýta á að fá pláss sem þeim var úthlutað en reyndust ekki til þegar til þess kom. Og við Sjálfstæðismenn, við höfum verið sammála og við höfum haft skýra sýn fyrir borgina, öll þessi tækifæri sem liggja í stærsta sveitarfélaginu. Við höfum haft metnaðarfull markmið fyrir höfuðborgina. Við höfum skoðun á því hvernig hún á að reka sig og við viljum hafa áhrif á það hvernig hún rækir skyldur sínar gagnvart borgarbúum og reyndar landsmönnum öllum. Þessi stefna okkar, hún verður áfram í gildi í næstu kosningum og þá lykilatriði að þetta stóra og eitt sinn sterka sveitarfélag komist á ný undir styrka stjórn okkar Sjálfstæðismanna. Við einfaldlega skuldum borgarbúum það að gefa Samfylkingunni frí. Kæru vinir, við erum flokkur jákvæðra umbreytinga. Við viljum veita fólki og fyrirtækjum frelsi til að haga málum sínum betur í dag en í gær. Og hugmyndafræðin sem við fylgjum, hún byggist einmitt á því að nýta sjálfsprotna krafta nýsköpunarfyrirtækja, en láta ekki hið opinbera sjá alltaf verkið. Nýsköpunarhugsunin í landinu nær til allra greina, gamalla og nýrra. Og við erum rækilega minnt á það nú að íslenskur landbúnaður einn af þeim þáttum sem einna best styður okkur þegar við erum að verja sjálfstæði okkar og þegar við viljum verjast sem þjóð ytri ógnum. Fæðuöryggi skiptir okkur máli á tímum átaka og óvissu. Íslenskur landbúnaður líka ein af þeim atvinnugreinum sem mun spila lykilhlutverk í baráttu okkar í loftslagsmálum. Þar hlutverk hans stórt og á þeim ótrúlegu tímum sem við nú lifum, þá hans hlutverk eingöngu að fara stækkandi. Hækkandi matvælaverð í heiminum, blikur á lofti í framleiðslu og afturför í fæðuöryggi heimsins. Allt þetta setur starf íslenskra bænda í nýtt og sterkara ljós. Ritið Ræktum Ísland, sem Björn Bjarnason og Hlédís Sveinsdóttir unnu fyrir frumkvæði landbúnaðar- og sjávarútvegsráðherra Sjálfstæðisflokksins,
nútímaleg nálgun á það hvernig við eigum að sækja fram. Á grunni þekkingar, nýrrar tækni, nýsköpunar og ekki síst á menningarlegu hlutverki íslensks landbúnaðar. Og meira nýsköpun. Nýsköpunin sem fylgir orkuskiptum og aðrar umbreytingar í rótgrónum greinum skapar þannig kjörinn jarðveg fyrir frumkvöðla að láta til sín taka. Og við eigum nú þegar frábær nýsköpunarfyrirtæki sem hafa orðið til í kringum öflugan sjávarútveg, orkuiðnað, jafnvel í kringum heilbrigðiskerfið þó við getum gert svo miklu meira þar. Þessi fyrirtæki, þau skapa verðmæti ein og sér en þau bæta líka þau kerfi sem þau spruttu upp úr. Og þessa hringrás ætlum við að nýta enn betur til að keyra hina íslensku hagvaxtarvél framtíðarinnar á fullan skrið. Þórdís Kolbrún sem ég rétt sé hérna yfir brúnina hjá mér, sem nú utanríkisráðherra með bravör, hún setti í sínu fyrra ráðherraembætti sérstaka nýsköpunarstefnu fyrir Ísland og áður en ég held áfram, hún á afmæli í dag. Þessi nýsköpunarstefna, hún felur í sig hvata til nýsköpunar á fjölbreyttum sviðum og styður mjög við rannsóknir og þróun. Þessi vinna heldur betur farin að skila sér í formi grósku og ýmissa nýmæla í atvinnulífinu. Þórdís Kolbrún hefur nú á tímum stríðsátaka ræktar vel náin samskipti við vina- og bandalagsþjóðir og tryggt að Ísland hafi skýra rödd á hinu stóra sviði alþjóðamálanna. Og Áslaug Arna þarna. Hún hefur tekið nýsköpunarboltann, þennan sem ég var að tala hleypur hatt með hann. Henni hefur meira að segja tekist að endurskapa nýsköpunarráðuneytið sjálft, þannig að það minnir meira á sprúlandi nýsköpunarfyrirtæki eða eitthvað sprotafyrirtæki en rótgróna stjórnsýslu. Og hún vinnur nú að því að greiða leið erlendra sérfræðinga til landsins og gætir þess að háskólar mennti fólk í takt við þarfir atvinnulífsins. Og Guðlaugur Þór hefur svo sannarlega ekki setið auðum höndum, og ég ekki bara að tala síðan á sunnudaginn. Því grænbók stöðu og áskoranir í orkumálum kom út snemma árinu, svo var rammaáætlun samþykkt, stórmál, og nú vinnur hann að því að einfalda stofnanafyrirkomulag ráðuneytisins með fækkun stofnana að markmiði. Við hvetjum hann til dáða í því verkefni. Jón Gunnarsson vinnur í sama anda að einföldun og aukinni skilvirkni í stofnanaumgjörð dómsmálaráðuneytisins og eins og við sjáum hefur þurft að bregðast við gríðarlega krefjandi stöðu í hælisleitendamálum. Má ég ekki bara biðja gott klapp fyrir þessa öflugu ráðherra sem við eigum. Góðir landsfundarfulltrúar, kæru vinir, fjármálahrun, plága og stríð, þetta var allt til þess fallið að grafa undan efnahagslífinu með alvarlegum afleiðingum fyrir okkar sameiginlegu sjóði. Og ég hef varið kröftum mínum í fjármálaráðuneytinu til þess að takast á við afleiðingar þessa alls. Og líkt og ég hef hér áður sagt, þá finnst mér að hafa bara gengið nokkuð vel. Tekjur ríkisins í ár stefna í að fara 100 milljörðum rúmlega fram úr áætlun fjárlaga. Þetta allt vegna meiri hagvaxtar, meiri umsvifa og á sama tíma eru skuldahlutföllin að lagast. Og ég geri mér alveg grein fyrir því að mörgum ykkar hefur fundist sem stundum væri ég full upptekinn í vinnumennskunni í fjármálaráðuneyti á Arnarhóli, að ég mögulega hefði átt að verja meiri tíma í annað sem
formaður þarf sannarlega að sinna. En ég veit líka að hér samankomið það fólk á Íslandi sem skilur best að forsenda þess að efnahagslífið allt blómstri og samfélagið í heild sinni að það ríki jafnvægi í ríkisfjármálunum. Hallarekstur, risavaxnar lántökur, allt þetta gerir fólkinu og fyrirtækjunum mjög erfitt fyrir. Skuldaklafarnir leggjast á börnin okkar og það sem meira hærri skattar og álögur skerða frelsi okkar og tækifæri. Og mér tamt að tala ríkisfjármálin, en þau bara hluti af opinberu fjármálunum. Það hvílir einnig mikil ábyrgð á sveitarfélögunum. Við gerum miklar kröfur til sveitarfélagana og ég veit vel að víða rekstur þeirra þungur. Það þó ánægjulegt að sjá hversu vel hægt að gera, sérstaklega það sem okkar fólk við stjórnvölinn. Má ég nefna til dæmis Snæfellsbæ, þar sem löng og samfelld stjórn sjálfstæðismanna hefur lagt grunn að traustum fjárhag og mjög öflugu líflegu samfélagi. Nú eigum við í samtali ríkið og sveitarfélögin tekjuskiptingu ríkis og sveitarfélaga. Og ég vil bara segja það hér, vegna þess að þið eru mörg af sveitarstjórnarstiginu. Ég mun beita mér fyrir því að það fáist skjót og sanngjörn niðurstaða. Því við þegar allt kemur til alls, bæði ríki og sveitarfélög, við einfaldlega að veita opinbera þjónustu og það má ekki bitna á fólkinu okkar að við finnum ekki lausn á hlutverkaskiptum eða fjármögnun. En það þarf alltaf að hugsa þetta svona. Grunnurinn verður að vera traustur. Það eina leiðin fyrir okkur til lengri tíma til þess að geta staðið með fólki. Má ég nefna eitt dæmi hérna. Við höfum lagt áherslu á það undanfarin ár að bæta kjör eldri borgara og við höfum gert mikið í þeim málaflokki þegar uppsafnast. Og fyrir síðustu kosningar þá sögðum við að okkar helsta áherslumál í þeim málaflokki væri að tvöfalda strax frítekjumark eldri borgara. Við biðum ekki eftir því að hrinda því í framkvæmd, því var hrint í framkvæmd strax á fyrstu dögum nýrrar ríkisstjórnar og tvöfalt frítekjumark tók gildi síðustu áramót. Ég tek eftir því að eldri borgarar hér úr SES eru með kröfu inn í málefnaályktun, drögum að henni það að við höldum áfram og ég bara fagna því. Við getum haldið áfram ef við höldum vel utan fjármálin. Og ellilífeyrir mun hækka til samræmis við verðlag eins og örorkubætur, en á tímum verðbólgu þá munar þetta skiptir öllu máli og við sjáum það í öðrum löndum, til dæmis í Bretlandi núna, að þar eru stjórnvöld í stökustu vandræðum með að gera nákvæmlega það sama og við að gera, hafa ekki getað veitt það loforð. Já, kæru vinir, ég hef lagt áherslu á að sjónarmið okkar sjálfstæðismanna réðu för og að á þessum örlaga tímum í sögu þjóðarinnar yrði þess gætt að ríkisfjármálin færu ekki úr böndunum. Og við sjáum það allt í kringum okkur hvernig fer ef íhaldssemi, aðhald og ráðdeild fær ekki ráðið. Ríkissjóðir fjölmargra Evrópulanda eru yfirskuldsettir og víða stefnir í fullkomin voða. Sérstaklega nú þegar að vextir eru að hækka vegna verðbólgu og hagvöxtur á sama tíma við núllið eða jafnvel undir. Og þá gerast slysin. Við fylgdumst öll full eftirvæntingar með því þegar Liz Truss hlaut brautargengi í Bretlandi með einföldum loforðum skattalækkanir og við sáum síðan hvernig ríkisstjórn hennar hrundi þegar í ljós kom að fyrirætlanir hennar voru illa útfærðar, tímasetningar vanhugsaðar og öll framsetning í molum. Við skulum læra af þessari reynslu. Það ekki nóg að við segjum bara svona út í loftið, við viljum skattalækkanir. Við þurfum að byggja undir slíka stefnu og við þurfum að sannfæra þjóðina og fá hann í lið með okkur, kjósendur. Fá fólk í lið með okkur, við þurfum að sýna fram á að við getum hrint slíkum áformum í framkvæmd
án þess að grafa undan ríkisfjármálastefnunni eða peningastefnunni og þar með setja stöðugleikann í uppnámi ef það myndi ganga eftir. Allan þann tíma sem ég hef verið í fjármálaráðuneytinu hefur þetta verið mér efst í huga, að vinna úr þessum miklu áföllum þannig að ríkissjóður okkar sameiginlegi sjóður, sé traustur okkur öllum og börnunum okkar til heilla. Þetta snýst um það. Og það er þessu verkefni sem ég hef helgað alla mína krafta og ég hef notið trausts ykkar og stuðnings við þá vinnu og fyrir það er ég mjög þakklátur og þess vegna segi ég fullum fetum að þessi árangur sem við höfum náð, hann er okkur sjálfstæðismönnum öllum að þakka. Það er þannig. Og nú, kæru vinir, á grunni þessarar vinnu stöndum við sterk að vígi. Hagvöxtur er myndarlegur, einn sá mesti á Vesturlöndum og staða ríkissjóðs styrkist jafnt og þétt. Við munum áfram nota næstu 3 ár til þess að búa í haginn, treysta allar efnahagslegar stoðir, styrkja grunninn þannig að þegar við göngum næst til kosninga mun Sjálfstæðisflokkurinn, fái ég nokkur það ráðið, leggja til að skattar á fólk og fyrirtæki verði lækkaðir þannig að muni. Við skulum láta næstu kosningar snúast tillögur okkar sjálfstæðismanna lækkun skatta. Og ólíkt vinum okkar í Bretlandi sem héldu að þetta kæmi bara einhvern veginn að sjálfu sér eða væri mjög einfalt, að væri nóg að segjast bara að vilja lækka skatta og treysta svo á Guð og lukkuna, þá verður málatilbúnaður Sjálfstæðisflokksins, hann verður á traustum grunni. Trúverðugur, studdur öllu því sem við höfum gert og sagt undanfarin ár í ríkisstjórn og ég er ekki nokkrum vafa að þjóðin mun taka tillögum okkar skattalækkanir fagnandi. Kjósendur munu meta það við okkur að við höfum undirbúið þær af kostgæfni. Ég er sannfærður að þá munum við vinna sigur strax í næstu kosningum og í framhaldinu getum við hrundið af stað. Við munum fara beint í það að hrinda í framkvæmd skattalækkunum sem efla efnahagsstarfsemina en munu, eins og við höfum rætt hér í dag, fyrst og síðast auka frelsi okkar og gera íslenskt samfélag einfaldlega betra. Góðir landsfundarfulltrúar, landsfundur Sjálfstæðisflokksins er kveikja nýrrar hugsunar og framfara á Íslandi. Mörg ef ekki flest stærstu framfaramál síðustu áratuga eiga rætur í landsfundi okkar. Grunnurinn að sigri Sjálfstæðisflokksins í næstu kosningum verður lagður hér á þessum fundi. Á næstu dögum munum við ráða ráðum okkar og það verður kosið forystu flokksins. Án efa mun sú kosning upp að einhverju marki lita þennan landsfund, örugglega mun hún lita hann mjög reyndar og það er bara eðlilegt og það er við því að búast að landsfundarfulltrúar skipi sér upp að einhverju marki fylkingar eins og gengur, en við skulum ekki missa sjónar á aðalatriðinu. Við erum hingað komin fyrst og fremst til að skerpa á málefna grundvellinum okkar, stilla saman strengi þannig að við stöndum sterk saman að fundi loknum, tilbúin til að tala fyrir hugsunum okkar og stefnu. Það hefur mikill fjöldi fólks hvaðanæva að landinu á undanförnum mánuðum, jafnvel undanförnum árum, unnið í málefnanefndum flokksins til að undirbúa þennan fund. Ég vil fá að þakka öllu þessu fólki fyrir alla þessa vinnu, ykkar fórnir. Þakka ykkur kærlega fyrir ykkar starf. Það kemst engin flokkur í hálfkvisti við Sjálfstæðisflokkinn þegar kemur að því að kalla afburða fólk til verka. Á þessum fundi þurfum við að endurnýja erindi okkar, tryggja að grunngildi okkar, sjálfstæði stefnan sé í fyrirrúmi þegar við leitum svara og lausna við öllum þeim áskorunum sem íslenskt samfélag stendur nú frammi fyrir.
Sjálfstæðisstefnan góður leiðarvísir til framtíðar nú sem hingað til. Þrátt fyrir gríðarlegar samfélagsbreytingar og umrót undanfarin ára, þá standa grunngildi sjálfstæðisstefnunnar alveg óhögguð. Þurfum ekki að breyta nafni flokksins okkar reglulega. Þurfum ekki að kalla til vinnustaða sálfræðinga til að geta tala saman, svo sumir flokkar. Þurfum ekki að skipta merki eða tákn. Þetta eru allt saman trix sem flokkar án innihalds þurfa reglulega að grípa til. Sjálfstæðisflokkurinn stendur fyrir gildi sem hafa reynst þjóðinni ómetanleg, gildi þar sem grunnurinn þessi breiðfylking sem við erum, árangurinn sem við komum með úr fortíðinni og stefnan sem við ávallt náum að móta í samræmi við þarfir samfélagsins hverju sinni. Við sýnum ávallt og viljum vera algjör fyrirmynd þegar kemur að vinnusemi. Við viljum með henni tryggja landsmönnum frelsi og ábyrgð. Við viljum virða frelsi einstaklingsins, treystum á framtak hans. Þetta eru allt saman grunnstoðir velmegunar og framfara í okkar góða landi. Enda var það rétt hjá Davíð Oddssyni þegar hann sagði að í nafni flokksins væri fólgið fyrirheiti þjóðarinnar loforð sjálfstæði hennar og loforð sjálfstæði allra Íslendinga. Og okkar verkefni að búa þessum grunngildum okkar nýjan búning og endurnýja erindi okkar við þjóðina. Við byggjum á traustum grunni, við eigum stórkostleg tækifæri til að móta framtíðina á grundvelli frelsis og ábyrgðar. Hér inni saman kominn vegna þess stór hópur fólks sem tilbúinn, sem vill láta til sín taka og við erum beinlínis saman komin hér vegna þess að okkur þykir vænt landið okkar og við vitum að sjálfstæðisstefnan sameinar þjóðina og gagnast öllum óháð uppruna eða stöðu. Sameinuð og samtaka, frjáls og sjálfstæð okkur allir vegir færir, íslensku samfélagi og þjóð til heilla. Kæru vinir, landsfundarfulltrúar, gestir, allir sjálfstæðismenn, ég lýsi 44. landsfund Sjálfstæðisflokksins settan.